Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinn og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem Góðan daginn, góði gestir KA TV. Við erum komin í beina útsendingu hér frá Fjarðabyggðarhöllinni á leik Leiknis Fáskrúðsfjarðar og KA í 4. umferð innkassodeildarinnar. Það eru mikið læti í höllinni og báðir stuðningsmenn með trommusveitir, þannig að þið verða að beðast velvirðingar ef það heyrist illa í mér. KA-liðið situr í 4. sæti innkassodeildarinnar þegar þessi leikur að hefjast, eru með 6 stig. Leiknir Fáskrúðsfjarðar er í 12. sæti með 0 stig. Svo við rennum yfir liðin sem leika hér í dag. Þá er það lið heimamanna, leikmann nr. 1, Adrian Murcia, leikmann nr. 3, Almar Daði, nr. 4, Antonio Calzado, nr. 6, Jesus Guerrero, nr. 7, Arkadius Jan, nr. 8, Björgvin Stefán, nr. 10, Tadas Jósis, nr. 11, Kristoffer Páll og nr. 14, Hilmar Freyr, nr. 18, Valdimar Ingi, nr. 23, Sólmundur Aron. Í liði KA-manna er það Sördan Rajkovic sem er í markinu. Í vörninni eru það Dagur Rúnar Bjarnason og Guðmann Þórsson sem spilaði í miðvörunum. Hrannar Björn Steingrímsson og Callum Williams í bakvörð. Alexander Trinic og Arceng Nkumu, og á fremst er það Almar Ormarsson, Hallgrímur Mar Steingrímsson, Júrai Grisley og Elvar Árni Aðarsteinsson. Það er gaman að segja frá því að það er fjöldinn allur á KA-mönnum hér. Bæði sjuttarar og vinir móða. Gríðarlega gaman að sjá. Dómari leiksins í dag er Erlendur Eiríksson, en hann var valinn besti dómari Pepsideildar karla í fyrra. Honum til aðstoðar eru aðstoðardómari nr. 1 Þórður Arnar Árnason og aðstoðardómari nr. 2 Gunnar Gunnarsson. Leikurinn er að hefjast. Og leikurinn er hafinn. Hefur verið að byrjast velveringar ef að ég er ekki með nöfn leiknismanna á hreinu. En það kemur vonandi þegar líður á leikinn.
leiknismenn hreinsa hér fram og bara þá á miðinni, Alexander trínist í boltanum. Leiknismenn hægri kantinn, Callum og það innkast, nei, boltinn heldur áfram, leikmann númer 16 í baráttu, Dagur Bjarnason og það skot framhjá, leikmann númer 18, Valdimar Ingi sem á þetta skot framhjá markinu. Rækó spyrni frá markinu. Callum í boltan, gefur hann á Elvar Árna sem brotið á og Erlendur flautar réttilega aukaspyrnu. Alexander tekur spyrnuna, gefur hann upp á Júræ. Júræ með boltan á kantinum, tekur hann á. Fyrir á Elvar Árna og dauðafæri vel varið hjá markmanni Leiknis. Adrian ver þetta frábærlega góðu skalli Elvar Árna og KM á hornspyrnu sem að Hallgrímur Var tekur. Og Grímsson á hornið og Elvar aftur með skallan en þetta fram hjá markinu. Marspilna, Alexander í skallan, vinnur boltan. Barátta á miðinni. Mikill hálótta bolti. Erlendur flautar aukaspyrnu. Það á hálf mínútu á klukkunni, aukaspyrnan kemur ekki í fyrsta mann, Davíð skallar þetta, boltinn út í hliðarlínu og Júra í baráttunni, gefur hann á Grímsa. Það brotið á Grímsa. Huma með boltan, gefur hann á Hrannar. Hrannar á Archie sem er með mann í pressu og brotið á honum en ekkert. Erlendur dæmir hendi að mér sýnist. Þrátt fyrir að brotið var Archie. Það er Hilmar Freyr Bjartósson sem tekur aukaspyrnuna. Boltinn á teig og hættilegu bolti á leikmann númer 10 Tadas Josics er í boltanum en það er dæmd markspyrna. Ég veit ekki hversu vel það heyrist en báða stuðningsmenn og sveitir hér eru með trommur og ómar Fjarðabyggðarhöllina. Skemmtilegt. Guðmann gefur á Dagur Bjarnason sem gefur hann að Callum. Káa er hann að byggja upp. Guðmann með langan bolta. Það er innkast að Káa eiga. Boltan gefur hann upp á Almar sem er í baráttunni og það er innkast sem Káa eiga út yfir hliðarlínu. Sýnist Hrannar ætla að taka. Stóru menninni fara ekki í boxið að þessu sinni. Hrannar með innkastið. Á Elvar í baráttunni, boltinn dettur niður hérna og leiknismenn á að hreinsa. Það
Það virðist ekki vera neini boltatækjarar á þessum leik, þannig að leikmenn verða klifur yfir girðingar og sækja boltan. Hrannar tekur yngast í stutt á Alexander. Gefur hann á Callum, sittir yfir. Heyrist vel í sjöttunum. Júra með boltan, góð fyrirgjöf á Elvar Árna. Sem næri ekki að stýra þessa marki. Varnarmaður leiknis var þarna fyrir. Almar í baráttunni. Vinnur boltan, ekkert á þetta. K.A. eru að sprækja í fyrstu mínútur og eiga 2 ágætisfæri. En hér missir Almar boltan út af. Einhver misskilningur milli hans og Hrannars. Leiknir taka innkastið snöggt á leikmann nr. 3 sem gefur hann yfir á hægri kantinn. Tekur Callum á. Leiknismenn á Rækó. Ekki í neinu vandræðum með þetta. Einhver misskilningur hjá leiknismennu þarna. Þá að spila þessu stutt. Davíð með boltan. Davíð gefur hann á Callum sem leitar að Júra, gefur hann á Júra. Júra er komið með boltan og leipur hann á miðju. Alexander með knöttinn á miðjunni. Framleikir á Archie sem ætlar að gefa hann á kantinn en sendi ekki mistekst. Og leiknismenn reyna að sækja hratt. Archie kemst verið í settinguna en þeir halda boltanum. Jesus á miðjunni með boltan. Lágur bolti inn fyrir leikmann 14 sem er svo með rangstæður Hilmar Freyr. Hárréttur dómur. Sjö og hálf mínúta búin að leiknum. K.A. búin að eiga 2 ágætisfæri sem þeir hefðu getað nýtt. Guðmann gefur hann upp á Hrannar sem er í baráttunni og það er innkast. Hrannar með innkasti inn á bróður sinn sem að er í baráttunni og missir boltan. Alexander vinnur boltan og brot hjá Alexander. Góð dómgæsla hjá Ellert Eiríksssyni. Það er spurning hvort að Hallgrímur láti vaða á þessu færi. Hallgrímur Mar og Alexander Trínic standa yfir boltanum. Ellendur vill færa aukaspyrnuna aftar, segir að brotið hafi verið aðeins aftar. Þetta er gríðarlega langt færi og ekki er ég viss að þessi hendi í netinu, en hvað veit ég? Hann chippar þess inn á teginn, Hallgrímur. Varnarmenn Leiknis bæja hættinu frá beint út til vinstri þar sem Júra er. Og það er innkast, Callum Williams ætlar að taka innkastið. Það eru rúmar 9 mínútur búin að leiknum. Callum innkastið á Elvar sem skallar hann áfram og barátta inn í teignum og aftur út í innkast. Callum á Júrai og Callum slaka fyrirgjöf fyrir markið. Alexander vinnur boltan en missir hann aftur. Callum gefur hann hér á Guðmann. Leikurinn fer aðalega fram á vallarhelmingi heimamanna. Þar sem K.A. er mikið með boltan eins og við var að búast. Alexander með boltan, gefur hann að Callum. Spilar á Hallgrím. Gefur hann tilbaka í vörðina sem að Guðmann er með boltan og K.A. þarf að opna heimamenn upp á nýtt.
Guðmann með langa skiptingu yfir á Júrai. Þetta er erfitt og heimamenn eiga ekki miklu vandræðum með þetta. Guðmann vinnur skallan auðvitað og Almar í pressu. Og enn eitt innkastið. Boltinn er mikið út af. Almar með innkastið stutt á Júrai sem að reynir hælspyrnu sem að endar í fangi markmanna Leiknis. Geysist leikmaður Leiknis upp hægri kantinn. Og Kallum nær að koma þessi innkast. Vill fá innkast sem að við ættum en aðstofadómarinn er ósammála honum. Fyrirliði Leiknismanna Björgvin Stefán Pétursson ætlar að taka þetta innkast. Það er ekki líklegt að hann ætli að fleygja þessu lengst inn í teig. Þeir eru konum með stóru menn inn á teginn og ætla sér að nýta öll föst leikatriði. Og boltinn inn á teginn. Kallum skallar hann og Davíð. Og Hrannar sparkar boltanum í Kristoffer Pál sem að liggur eftir. Það er markspyrna. Hrannar með boltan hér út yfir miðlínu. Spilar honum aftur á Guðmann. Júrai gefur hann á Kallum sem að á misjafnaða sendingu beint á varnarmenn Leiknis. Langur bolti innfyrir á Kristoffer Pál sem að Hrannar bæjar háttinu frá hann beint á leikmannum 14 sem á fyrirgjöf. Og Davíð hreinsar beint til Almars. Hrannar með innkasti ætlar að gefa hann upp á Elvar sem að gefa hann Almar hérna stutt. Og þrír í kringum Almar sem að sparka boltanum í Leiknismann út af. Káamenn er að innkast við hliðinu. Hrannar með langan bolta upp á og Leiknismenn bæja þessu frá. Bolti fer hér upp í loftið. Það er ekki hátt til lofts, áleika hátt og í boganum og gæti boltinn farið nokkru sinnum upp í loft í dag. Þá er innkast við hliðlínu. Hrannar með innkastið á Alexander með mann í sér, spilar á Grímsa sem er í fínni stöðu, gefa hann á Júrai og brotið á honum, gefur á fína bolta Júrai, Júrai er í góðri stöðu og hörkuskot sem er ekki nægilega gott og markvarður Leiknismanna á ekki með vandræði með en álitlega sókn. Markmaður Leiknismanna sparkar hér upp í loft. Erlendur aðvarar leikmann nr. 7, gefur hann gult spjald fyrir brotið á Grímsa áðan, leikmann nr. 7 sem er Arek Jan samkvæmt mínum bókum. Hann Erlendur beitti hagnaðarreglunni þegar Grímsi gaf á Júrai áðan. En Káamenn er innkast hérna við hliðarlínu. Rúma 15 mínútur búnar á leiknum. Sjuttarar feskir hér á hliðarlínunni ásamt vinum Móða. Hrannar með langan bolta upp á Grímsa sem er í baráttunni. Það er brotið á Grímsa og sjálfsögðu dæmt aukaspyrna. Hann hangir í honum þarna. Þetta hefur verið aukakast í handbolta. Leiknismenn mótmæla harðlega. Segist hafa bara staðið þarna sem er helbeig lygi. En
Nú verður gaman að sjá þetta Káa ná að stanga þetta í netið. Það engin leikmaður í vegg. Einhverjir samskiptaörðuleikar milli markmanns. Hann stendur hérna 2 metra frá. Kristoffer Páll, hann þarf að fara aðeins aftar en það segir Erlendur honum það. Hallgrímur Mar með aukaspyrnuna inn á Guðmann sem hann stangar þetta yfir og það er markspyrna. Adrián Murcia Rodríguez með markspyrnuna á Alexander vinnur boltan, gefur hann Almar sem að reynir langa upp á Elvar Árna sem er í baráttunni, heldur boltanum vel. Elvar Árni með sendingu upp, fer í hönd á leikmann nr. 23 en hann er með hendina upp í líkamann og ekkert dæmt. Almar brýtur af sér og Erlendur dæmir aukaspyrnu. Alexander vinnur hann, sendur upp á Elvar sem hann missir hann. Alexander aftur með langan, þetta er ekki að virka. Davíð skallar hann inn á Archie, Káa þarf að halda boltan betur. Archie gefur hann á Almar, langan upp í horn á Júrai sem er í ágætri stöðu. Koma boltanum fyrir, gefur hann út á Callum. Gefur hann yfir Archie, Káa ætti að skipta yfir á Hrannar. Hér kemur boltinn yfir á Hrannar sem er í ágætis fyrirgjafarstöðu með vinstri löpp, gefur hann stutt á Almar sem að tekur leiknismenn á og reynir að gefa hann fyrir, sýnist hornspyrna og boltinn endar, það er hornspyrna. Nú er það Júrai Grisley sem að stígur og ætlar að taka hornspyrnuna. Stóru mennir komin á deginn, Davíð Rúnar, Guðmann, Alexander. Káa á nokkra sentimetra á varnarmenn Leiknis og þurfa því að nýta þessi fyrstu leikadrið. Júrai með hornið. Guðmann nánast með frían skall og Elvar skýtur lengst yfir markið. Leiknismenn spila þessum stuð. Viðverður þeirra er hér að byrja upp boltan og með langa bolta sem er auðveldur fyrir Callum sem tekur hann niður, gefur hann langan upp á Grímsa sem að markvörður leiknismannanna er fyrri til. Hann tekur langa spyrnu sem Callum vinnur og lendir illa, þetta er ekki fallegt að sjá. Elvar Árni er í baráttunni, Callum liggur eftir. Leiknismenn hreinsa boltan út af Callum, lendi illa. Það er vonandi að þetta sé ekki alvarlegt. Hann heldur mjóbaki sýnist mér. Lendi hérna í samstöðu við leikmann Leiknis þegar þeir fóru upp í skallaboltan. Dómari metur sem svo að hann þurfi ekki aðleiningu og Callum harkar þetta af sér og Júrai ætlar að taka innkasti. Það er ekki margir Káamenn þarna uppi, hann gefur langan bolta inn á Elvar Árna sem spyrnir yfir á Hrannar sem gefur fyrirgjöf á Elvar Árna sem skallar hann út á Grímsa. Verðmenn teiknum gefur hann á Júrai. Júrai með bolta gefur hann á Grímsa og Gríms er í fínni stöðu og fellur við en það er ekkert á þetta. Áfram með leikinn.
Adrian með markspyrnuna. Alexander Fís kallar hann, Callum skallar hann áfram á Júrai sem með boltan. Barátta á miðjunni, Leiknismenn eru með boltan. Og Valdimar Ingi með boltan á kantinum. Hyggst gefa fyrir, gefur hann stutt á fyrirliða sinn. Júrai með boltan og missar hann út af og vill fá aukaspyrnu en fær ekki neitt. Leiknismenn eiga innkast við hliðarlínu og ætla eflaust að taka langt innkast eins og áðan. Björgvin Stefán með innkastið. Callum bæjar hættunni frá. Boltinn aftur til Björgvins. Grímsi kemur í pressu og brýtur á honum. Aukaspyrna, spurning. Callum að skalla frá enn eitt skiptið og Jesus, leikmaður Leiknis með boltan, gefur hann fyrir. Elvar Árni skallar þetta frá og boltin í öftustu varnarlínu hjá Leiknismönnum og KR reynir að ýta liðinu framar. Langur bolti sem Elvar Árni skallar út af og Leiknismenn eiga innkast út við hliðarlínu og þeir virðast alltaf taka langt innkast eins og áður. Þau hafa ekki borið árangur hingað til, en þeir halda áfram í þetta. Nýta hvert einasta fasta leikatriði. Fyrirliði Björgvin með boltan og fleiri sinna teig. Artsi skallar þetta í hot og Leiknismenn fá sinna fyrstu hotspyrnu. Kristoffer Páll ætlar að taka hornið. Og ég kemur boltinn. Og það er mikið samstuð. Alexander og leikmaður Leiknis lenda hér í hörku samstuði og liggja báðir eftir. Halda báðir höfuð sér. Sjúkrahálfarar beggja liða komin á völlinn. Leiknismaðurinn er staðinn upp. Leikmenn KA að fara að hitta Ólafur Aron og Ásgeir Sigurgeirs eru farin að hitta á bekknum. Til samstuði Alexander. Hann stendur upp, Alexander, það er jákvætt. Við erum með kælipoka á hausnum. Það er allan ekki opið sár, sýnist mér. Það er erfitt að sjá héðan. Siguróli Magni leiðir hér. Sjuttar hann áfram. Erlendur með boltan hér á miðjunni, Davíð og leikmaður nummer 3, Almar Daði. Það er að gefa boltan væntanlega aftur til KA. KA með boltan, Magnar Rækko. Rækko gefur boltan á Guðmann.
Archie tekur á móti og gefur hann út á Hrannar. Þá var hann að byggja svo. Það enda að vera á hliðalínni að hlúa meiðslum Alexander. Og káða því einu færri í augnablikinu. Og bara því rólega í allar aðgerðir sýnist mér. Halda boltanum. Það verðist vera að Alexander að fengi skurð á andlitið sem hefur verið enn að loka. Júra skiptir yfir á Guðmann. Guðmann með boltan. Leikmannum að bjóða sig. Elvar fær hann, gefur hann upp í horn á Hrannar. Ekki margir inn í teig. Og endaði boltinn og langur og leiknismenn eiga varspilnu. Þeir taka hann á stutt og eru með hann hér í höftustu varnarlínu. Hilmar Freyr kemur tilbaka og sækir boltan. Gefur hann á Kristoffer Páll með langa bolta upp í horn sem að Guðmann á í einhver vandræðum með. Jú, hann á í helliks vandræðum með og setur hann upp í rjáður og leiknismenn eiga innkast út yfir hliðarlínu. Yfirleitt eru nú innkast við hliðarlínuna. Þeir ætla að taka langa boltinn á þeim. Taka gríðlegan tíma í öll föst leikadri og Erlendur minnir hann sennilega á að hann stöðvar tíman í hvert skipti. Eða biður hann vinsamlegast að fara rösklega í þetta. Leiknismenn eru með boltan hérna fyrir utan teig. Gefa hann á Björgvin. Björgvin með boltan fyrir og Hamagangur inn á teignum. Leikmannum 14 með boltan og langt skot. Hættulegt skot frá leikmanni Hilmari Frey. Sem er með laglegt skot en það er rétt fram hjá markinu. Hættulegt að færi heimamanna. Lítur dagsins ljós hér á 29. mínútu leiksins. Alexander er búinn að fá umbúður höfuð og biður að koma aftur inn. Aðstoðardómari númer 1 biður að fá að sjá þessar umbúðir og gefur þessu grænt ljós og hann er komin inn á. Það er góð stutt á Davíð sem gefur hann á Alexander með slakasendingu sem að rata beint á varnarmenn Leiknis. Hrannar með boltan á Almar sem er í baráttunni með nokkra menn í kringu sig og ætti að gefa hann. Erlendur flautar ekki neitt, brot hjá Almari sem leikur eftir. Virðist að fengi létt högg í kjaftinn. Óvillig verk. Enn eitt innkastið. Þá menn eiga svona býtur undir að taka það. Boltinn að drefa Grímsa sem að stendur þetta vel af sér. Er í baráttunni, gefur hann á Júræ sem ætti að gefa hann á Almar dauðafrí á hægri kantinum. Nú þarf fleiri mennir í box. Almar með fyrirgjöf inn á hættulegt á Archie sem er skot yfir markið. Ekkert að þessu. Adrian býr sig undir að spilna boltanum frá marki. Leiknismenn vinna boltan. Davíð hreinsar boltan frá bát á miðjunni.
Boltinn endar hjá Callum á vinstri kanti sem á langa bolta upp í Rjáur og leiknismenn engast. Þarna hefur verið skynsamlegt hjá Callum að gefa hann frekar hann á miðju eða reyna að halda boltanum niðri. Í staðinn fyrir að reyna að útstæta sendinguna. KR-menn þurfa að vera þolinmóðir. Erlendur ekur á eftir honum. Heimamenn virðast taka gríðarlegan tíma í öll föst leikadri sem dómarinn er greinilega farin að taka eftir. Júra gefur stutt á Almar, maður í bak. Hann gefur hann upp á Hrannar, erfiðu bolti sem að er farinn. Fín hugmynd en sendingin aðeins og föst. Túfa býður sína menn að pressa betur upp völlinn. Alsættur með boltan á miðinni. Gefur hann á Júra sem að gefur hann á Grímsa. Sem að tekur langa bolta en bolti fer í varnarmann. Archie vinnur boltan á miðinni, vel gert. Og leiknismenn hreinsa upp í loft. Hrannar með engastið. Gefur hann á Alexander á miðinni sem er í ágættu stöðu. Gefur hann á Elvar Árna sem er í ágættu... Leiknismenn vildi fá rangstöðu þarna. Það var ekki rétt. Það er með langa skiptingu sem að fer út af. Hrannar vinnur skallaboltann, gefur hann á Archie sem er einn og gefur hann tilbaka á Davíð. Sem er mikinn tíma. Nú þarf að KR-menn að koma sér í stöður. Alexander á Callum. Callum reynsendingu inn á Elvar Árna en innkast út yfir hliðarlínu. Alexander með boltan á miðinni, gefur hann Almar sem á langa bolta inn á Grímsa sem er hérna með 2 leiknismenn í bakinu. Heldur boltanum vel. Gefur hann á Hrannar sem er með boltan inn á hægri kantinum. En með leiknismenn í sér vinnur hann. Góður bolti. Elvar Árni. Boltin fer hann í andlit Elvar Árna og Grímsi liggur eftir. En hann stendur þetta á sér. Júra með boltan. Hrannar biður hann yfir og færa hann. Er með hann hérna á hægri kantinum og ætlar að krossa hann fyrir. Góður bolti. Elvar Árni ákjósanlegri stöðu en skalla framhjá. Júra vill fá hornspyrnu en Erlendur metur að svo að boltinn hafi farið síðast á Elvari. ...35 mínútur á klukkunni, 10 mínútur eftir að þessum fyrri hálfleik. Það var búin að vera ívið sterkari, átt nokkur sterk færi. Og hornspyrna frá Adrian, sem Alexander vinnur. Hvergi banginn eftir höfuðmeiðslin. Elvar vinnur boltan, gefur hann á Almar sem að stingur inn á Grímsa sem er í fínni stöðu með 2 menn í sér. Og brotið á Grímsa, aukaspyrna hárrétt. Nú kemur Júra til kastana og Fyrnir þessu inn á teg. Júra og Almar standa yfir boltanum.
Almar biður Callum að koma framar. Hrannar er einn eftir í vörninni. Umbúðir á Alexander Trinitz eru allar út í blóði og hann þarf líklegast að fara aftur út af. Þetta biður Erlendur hann að gera það. Helgi sjúkraþjálfari KM þarf að hlúa betur á sárinu. KM leika hér færri í einhverja mínútur. En Júrai með aukaspyrnuna. Og hann kemur á Grímsar sem er í engu jafnvægi og nær ekki nógu góðu skoti. Og leiknismenn komið hraðsókn. Langur bolti upp á Hrannar sem hann tekur á mótunum og hreinsar hann upp í loft. Innkast. Archie vinnur baráttuna og leiknismenn eiga innkast. Archie vinnur boltan laglega þarna, leiknismenn ósáttir en hann fór bara í boltan. Elvar áttum með boltan. Callum kemur með honum. Hann kemur í hlaupið. Callum með fyrirgjöfuna. Og hann er svo fastur bolti og erfitt fyrir Grímsa og bolti fer í markspyrnu. Þarna vantaði betri sendingu frá Callum. Leiknismenn taka markspyrnuna stutt og eru með hann hér í varnarlínunni. Jesus tekur á mótunum. Jóra Sólmund hérna í bakvarðinum. Kristoffer Páll með langa skiptingu. Og hann kemur hér á Callum. Leikmaður nummer 18. Og skot og þetta er rétt fram hjá markmínu. Átti þetta skot. Það er gríðarlega frægur maður kominn í stúkuna, Valtý Björn Valtýsson, framari. Þeir voru á Egilsstöðum að keppa við Huginn áðan og unnu þar 1-0 sigur eftir því sem ég best veit. Hann situr hérna beittur í fram á mig. Ég er hálf starstruck. Davíð gefur hann á Júrai sem er á kantinum. Júrai með boltan. Reynir fyrirgjöf en leiknismenn komast fyrir þetta. Leiknismenn koma hér svo. Kristoffer Páll með langa skiptingu yfir á hægri vænginn. Sá með vilja rangstöðu, hann er ekki rangstæður. Gefur hann hér á leikmannum 14 sem er í fínni stöðu með slátt skot. Hilmar Freyr liðskot. Heimamenn verið bara nokkuð sprækir í að taka sendibylgjur. Káa virðist vera að gera skiptingu. Alexander getur ekki haldið leika áfram. Sýnist þetta að vera Ásgeir sem er að koma inn á. Gríðarlega gaman að sjá hann aftur á vellinum. Hún var að smá meiddur upp á síkastið og ekki getur tekið þátt síðan í fyrstu umferð á móti Fram. Var gríðarlega góður undirbúningstímabilinu og kemur inn á í stað Alexander á 41. mínútu. Hann kemur hér inn á hægri kantinn og Almar fer á miðjuna á það sem Alexander var. Almar með boltan, gefur hann aftur á Davíð. Nú væri gott að fá mark fyrir hálfleik. Þannig gefur hann aftur á Davíð og Guðmann gefur hann á Davíð. Callum með boltan hér út við hliðarlínu. Guðmann gefur hann upp á Hrannar sem ætlar að krossa þessu fyrir.
tekur hann á, vinnur manninn og tekur vinstri stutt á Elvar sem að munaði mjög, hann hefði komist þarna í gegn. Archie vinnur boltan á miðinni, ekki í fyrsta skipti í dag og ekki það síðasta. Það er meiri hreyfingu á liði fram á við. Kámenn eiga hér innkast. Hrannar tekur innkastið á Guðmann. Jóranna Archie. Kallum með boltan út við hliðinu, gefur hann á miðju inn á Archie, gefur hann tilbaka. Kámenn. Archie með boltan, skiptir yfir á Júræ. Kallum kemur í overlappið. Júræ með langa bolta sem hann fer líklegast aftur fyrir. Já. Og langa bolti fyrir Ásgeir. og 43. mínúta komin á klukkuna, marka mínútan fræga. Archie skallar þetta út af beint á Orra Gústafs sem situr með sjutturunum í dag. Vel gert Orri. Stiði svona menn. Adrian með boltan, langa bolta upp. Kallum vinnur skallan. Leikmannum sem langa bolta inn á, en Rækó í engu vandræðum með þetta. Slögsending. Guðmann fær boltan. Og hyggst gefa langan á Ásgeir, gefur hann sennilega tilbaka. Rækó með langa bolta á Elvar Árna sem í baráttunni, tapar skallanum. Ásgeir vinnur boltan, vel gert hjá Ásgeir, gefur hann á Almar með langa sendingu inn á Grímsar. Archie pressar leiknismenn. Þeir skipta yfir á Björgvin. Hann geysist upp hægri vænginn, Júræ æltir hann. Kallum bjargar þessu í innkast. Út til hliðinu. Þeir ætla að fleygja þessu inn á teig. 44 mínútur á klukkunni. Björgvin ætlar að taka innkastið. Langur boltinn á teig og Davíð skallar þetta frá, en Leiknir ennþá með boltan og fyrirgjöf Björgvin, slakkur bolti beint á Kallum sem að hreinsa fram á Elvar Árna. Með í baráttunni 2 leiknismenn, en þeir hreinsa þetta út af upp í Ráur. Grímsi með mann í bakinu. Hjá hann á Guðmann. Ásgeir. Hjá hann tilbaka Guðmann. Vill fá hann langan upp í horn. Guðmann með langa settingu upp á Ásgeir sem í baráttunni. Hjá hann stutt á Hrannar sem mann í sér. Og K.A. fær innkast. Hrannar. Elvar Árni skallar hann áfram. Boltinn dettur hann niður. Elvar Árni. Ásgeir. Ásgeir skorar á 47. mínútu. Fylgir eftir skoti Elvars Árna. Þetta er gríðarlega gaman að sjá. Ásgeir Sigurgeirsson kemur K.A. í 1-0.
á 47. mínútu. Við ætlum að reyna að sjá endursýningu af þessu. Ásgeir að skora sitt fyrsta mark fyrir KA. Hér sáum við leikurinn kominn aftur á stað. Þetta leiklismenn með langan bolta upp á Kristoffer Pál. Barður Hannar og það er markspyrna. Hér sjáum við markið. Hrannar með langt innkast. Boltinn skoppar í teignum. Léleg hreinsun á leiknum og Elvar á skot á markið sem að Adrian vera út í tegin og Ásgeir fylgir frábærlega eftir. 1-0 fyrir KA og við erum að fara að detta í hálfleik líklegast. Davíð er með boltan í varnarlínunni. Missa boltan hérna á miðjunni. Davíð gefur hann upp á Callum en boltinn fyrir út af. Hrannar hefði boltan fram og Almar virðist liggja eftir, ég sá ekki, nei. Þetta er Ásgeir, ég verið afsakað, ég var að gera annað hér á meðan. Tóa sparka á boltanum tilbaka á leikni. Erlendur lítur að fara flöð til hálfleiks. Gerir sér líka. Ásgeir vinnur boltan. Er komin inn í gegn. Ásgeir í alveg til að skjóta á markið. En hann skýtur framhjá. Álitið færi núna rétt fyrir hálfleik. Ásgeir hefði getað nýtt það betur. En vel gert hjá hann að vera vakandi og vinna boltan hér af leiknismönnum. Það hefði hæglega getað komið sér 2-0 hérna rétt. Og síðustu andartökum seinni hálfleiksins. Og Erlendur flautar til hálfleiks, staðan 1-0. KA-mönnum vil, Ásgeir Sigurgeirsson með markið. Við hér í KA TV ætlum að sýna markið aftur og svo eftir það förum við í hlé. Hér sjáum við þegar markið kom áðan, hér er innkast úti. Hrannar tók sinn tími að taka innkastið, svo kom þetta, boltinn skoppar í teignum, léleg hreinsun beint á Elvar sem á skot beint á Adrian en Ásgeir fylgir vel á eftir og kemur KA yfir verðskuldað 1-0 í hálfleik. Við hérna draugum okkur í hlé og komum svo aftur í seinni hálfleik. Þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik.
Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA.
mál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Meira! Áfram KA-menn og einu sinni enn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Hvað gerir Ævar? Hann kominn á endamörkunum hérna, tekur skotið og það varið og hann frákastinu og skorar 1-0 hér á 4. mínútu þessa leiks. Ævar Ingi búinn að skora 1-0 fyrir KA. Fótboltinn æðisgengið áhugamál sem okkur þjappar saman í eina stóra sál. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Áfram KA-menn, áfram KA-menn, áfram KA-menn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum Já, komið þið sælir, áhorfendur góðir. Við erum síðari hálfleikur að hefjast. Aðalsteinn Halldórsson heiti ég og
mun áfram lýsa seinni hálfleiknum. Enga breytingar á KA-liðinu í hálfleik. En Alexander Trinic fór út af og í fyrri hálfleik og Ásgeir Sigurgeirsson kom inn á og skoraði mark okkar í uppbótartíma. Leikurinn kominn af stað. Leikklukkan hér í Fjarðabyggðarhöllinni ekki farin af stað. Þannig að hún verður ekki á réttum tíma. Guðmann með boltan, gefur hann upp á Ásgeir. Gríms gefur hæl á Elvar Árna sem að fellur við en ekki dæmt. Erlendur matar svo að Elvar hefði hlaupið á hann. Kallum með innkastið. Og ég hef í vandræðum og missi boltan út af. Kallum í barðunni, boltinn á Grímsa og Jesus gefur hann yfir til á vinstri vanginn á Solmund, að við minnir að hann heiti. Ásgeir í barðunni. Langur bolti hér upp, Daví litlum vandræðum með þetta. Hreinsa fram, þar sem enginn er. Og þeir sparka boltan út af. Fyrirliði Leiknismanna virðist vera meiddur. KA-menn sparka boltanum aftur til Leiknismanna, enda voru þeir með boltan áður en þetta gerðist. Leiknismaðurinn Björgvin Stefán liggur hér út af og eru Leiknismenn því færri. Meðan hlúður á meiðslum hans. Davíð skallar boltan á Almar sem hefur nægan tíma á miðjunni. KA ágæti stöðu hér. Almar gefur hann á Elvar sem á misjafnaðarsendingu inn fyrir sem fer beint á markmann Leiknismanna. Þá fyrirliði Leiknismanna kominn aftur inn á. Jafn margir í liðunum. Leiknismenn fá aukaspyrnu. Archie brotlegur. 49 mínútur á klukkunni. Seinni hálfleikur farið rólega á stað. Leiknismenn með langa bolta. Guðmann í litlum vandræðum með þetta. Skallar hann til Archie sem í baráttunni. Guðmann með einn langan fram á Ásgeir sem skallar hann á Leiknismann sem að sparka þessu í loft. Leiknismenn upp vinstri kantinn, Sólmundur. Elvar í baráttunni er dæmdur brotlegur. Honum finnst þetta ódýrt. Erfitt að sjá þetta héðan. Leiknismenn með aukaspyrnu út yfir hliðarlínu. Og senda sína stóru menn inn á teiginn. Það gera sér mat á þessu. 50 mínútur á klukkunni. Fyrirgjöfin er á næstöngina og KA-menn hreinsa þetta upp í loft og það er innkast.
sem Leiknismenn eiga. Þeir taka sér allan tími í þetta. Hægri bakvörðin þeirra kemur hér og ætlar að fleygja sunn á teginn sem endar nær. Guðmann í baráttunni tegnum og broti á honum og hann liggur eftir augljóst brot þarna. Guðmann og Davíð verið feikilega öruggir í vörninni í dag og ekki mikið reynt á Rækó heldur. Davíð og Guðmann valla búin að tapa skallabolta í dag. Þetta eiga nokkra sentimetra á sóknarmenn Leiknis. Hrannar með boltan út við kantinn, gefur hann tilbaka á Guðmann sem á langan upp á Elvar Árna sem er ekki rangstæður en Leiknismenn komast inn í boltan. Davíð einn með boltan, gefur hann stutt á Archie. Guðmann og Ásgeir sem gefur hann á Hrannar. Hrannar með langa boltinn í teig en beint á Adrian. Markmaður heimamanna. Leiknismenn að spila hættulegan leik og missa boltan hér. Ásgeir með boltan á miðjunni og reynir stunguna inn á Elvar sem ætlar að reyna að framleikja sinna Júrai en næri ekki til knattarins. Ásgeir vinnur aftur boltan og sparkar þessi innkast. Líkt á undirbúrstímabilinu hafa gríðarlega góð vinnsla í Ásgeiri og hann er að gefa sig allan í leikinn. Vinnuhestur. Löng skipting yfir á leikmann nr. 18, Valdimar Inga, sem við tekum Kallum á. Fyrirgjöf frá Björgvinni yfir á Hrannar sem að skallar þetta frá og Almar með boltan hér í öllum línu og hreinsar, léleg hreinsun, beint á Leiknismenn. Þeir reyna hér að fara í gegnum Kallum og Júraen tekst það ekki, gefa hann tilbaka. Leiknismenn með langan bolta, Hrannar í baráttunni við Kristoffer Pál. Kristoffer reynir að skýla boltanum, gefur hann upp í horn, þeir reyna fyrir gjöf og hættulegt færi. Guðmann bæir hættinni frá, heimamenn í álitlegri sókn og Hilmar Freyr með boltan út í hliðinu, gefur hann fyrir upp í Hrannar og boltin endar í loftinu og það er innkast út í hliðlínu líkt og alltaf, eins og ég sagði fyrir áleik, afsakið þetta. Káa fer með alla menn inn í teig. 54 mínútur á klukkunni. Káa menn verið rólegir í síðara áleik og ekki mikið að frétta. Langt innkast, skallabolti, boltinn, heimamenn vilja hendi en þetta ælendum metur svo var ekki erfitt að sjá þetta héðan. Hér er Grímsi á sprettinum og Leiknismenn fara í boltan. Varmarbekkurinn að Káa vill fá eitthvað fyrir sér snúð en erlendur metur svo að þeir hafi komist fyrst í boltan. Leiknismenn að byggja upp sókn. Langur bolti, ekki fyrst skipt í dag, inn á Kristoffer Pál. Hrannar í baráttunni. Vinnur boltan. Gefur hann fram á Ásgeir sem reynir stungusendingu inn á Grímsa en Káamenn eru ekki í stöðum. Elvar Árni fremur aftarlega núna. Kallum vinnur boltan. Beint á Leiknismenn. Og þeir reyna langan bolta aftur fyrir bakvörðina. Kallum og Archie með boltan. Davíð gefur hann aftur á Rækó sem á langa spyrnu fram, beint á Leiknismenn. Kristoffer Páll með boltan út yfir kantinn og fyrirgjöf. Fín bolti en
Valdimar Ingi nær ekki að koma í boltan. Káa þurfa aðeins að rífa sig í gang. Sýnist Baldvin Ólafsson vera að gera sig klára en að koma inn á. Spurning fyrir hvernig hann kemur inn á. Já, það er skipting. Káa að gera breyting á liði sínu. Baldvin Ólafsson. Og það er Hrannar Björn, hann virðist haltra. Fengið eitthvað högg á þann. og 6 mínútur á klukkunni, Baldvin Ólafsson kominn inn á í hægri bakvörðinn á Káa. Hrannar Björn stengir svona velli. Rækó tekur þetta stuð, gefur á Guðmann sem spilar á Davíð. Káa þurfa að fara framar á völlinn og ná að halda boltanum betur. Grímsi með góða sendingu á Ásgeir en vel varist hjá varnarmönnum Leiknis. Ásgeir vinnur boltan aftur og brotið á honum, aukaspyrna út við hliðarlínu. Hallgrímur var með bynnuna á Ásgeir sem er í baráttunni. Davíð. Leiknismenn hreinsað út á Kallum sem neglir sinni teig. Boltinn á Almar sem gefur undan kantinn á Júrai sem er alveg og gefur hann fyrir en Leiknismenn verjast þessu. Kallum í ágætis fyrirgefastöðu, kemur í óelapp yfir Júrai. Júrai með sendingu fyrir. Grímsi einn á ferstingunni og þetta er rétt yfir markið. Markspyrna. Fyrsta almennilega sókn Káa í síðari hálfleik. Leiknismenn taka þetta stutt og reyna svo langan bolta upp. En hann ber ekki árangur og endar hjá Rækó. Það er þétt seti hér í Fjarðabyggðarhöllinni. Leikmenn Fram eru mikið í kringum mig hér. Það voru að spila á Huginn á hann á Fellavelli og ákvað að kíkja hér á leikinn. Davíð með boltan, hreinsar fram, engin Káa-maður nálægt á miðjunni. Grímsi vinnur vel tilbaka og Archie með boltan á Júrai og Júrai ætlar að gefa hann fram á Elvar Árna sem er í baráttunni en þeir hreinsa í innkast. Júrai tekur þetta snöggt á Almar sem gefur Ásgeir sem er A-leitt á hægri kantinum en slök sending hjá Almari. Hann þarf að sækja boltan fyrir ekki fyrir Ásgeiri en hún er aftur fyrir. Adrian með vatnsbytnuna og Kallum vinnur skallan eftir sem áður. Júrai pressa vel og það er innkast sem Leiknismenn eiga. Suttar að sveifla fánunum. Stuð og stemming hjá þeim. Ánægð með markið áðan, vilja fá meira. Davíð, brot hjá Davíð. Athyglisvert að aðstofadómari nr. 2 ákvað ekki að flagga en sem var beint fyrir framan þetta en Erlendur sá þetta. Þetta var sennilega augljósasta brot sem ég séð lengi. Og beint aftan í hann og biður hann hér afsökunar. 60, klukkan er að slá í 60. Guðmann með sendingu upp á Elvar sem fær mann í bakið.
skilar honum aftur á Almar. Kallum með boltan hér. Ásgeir vill fá hann yfir en þeir spila aftur Guðmann með boltan. Leiknismenn pressa. Baldvin með bolta upp í hornið á Grímsa. Ásgeir pressar og Leiknismenn eru með boltan þarna aftarlega. Guðmann skallar þetta frá á Archie sem hefur nægan tíma. Gefur hann Almar. Kallum með boltan hér á Elvar Árna. Júra í fínni þrýrningur, vel spilað. Elvar. Boltinn hirtur á Elvar þarna og Leiknismenn geysast upp. En slögsending og Káman er engast. Kallum fleiri svo fram á Elvar Árna. Það er ítt duglega af varnarmanni Leiknismanna sem tekur svo langa sendingu á Rækó og smá misskilningur. Nei, engin hætta. Rækó kastar á Davíð. Já, það er sem sagt smá munur á leikklukkunni hér og já, það er munar 3 mínútum að mér sýnist. Hún fór eitthvað skringilega staðið seinni hálfleik. Já. Úrslit í öðrum leikjum eru þau að Selfoss er að vinna HK 2-0 og staðan í Pepsi-deildinni er 0-0 hjá Þrótti og IBVF og eins og við sögðum áðan þá fór unnu Þórsarar 4-2 og Huginn töpuðu fyrir Fram á Fellavelli. Fyrirgjöf, Adrian í vandræðum, ekkert gerist. Leiknismenn eru hér með boltan og boltinn er hjá Björgvinni fyrirliða þeirra sem spila tilbaka. Löng sending og hann er rangstæður. Davíð með boltan, gefur hann að Kallum. Vel gert hjá Guðmann, fer fram hjá Kristóferi Pál eins og að drekka vatn. Sending á Ásgeir. Hann er með menn í sér, gefur hann á Baldvin. Davíð er með boltan. Vantar meiri hreyfingu fram á við. Almar snýr, gefur hann Archie. Káa heldur boltanum. Kallum með boltan hér við hliðalínu. Grímsi færa hann. Pressa hjá Leiknismönnum. Archie, Káa vilja fá Leiknismenn framar. Júra með boltan, spila hann á Grímsa. Káa heldur boltanum vel. Kallum með sending upp í hornið en þeir eru ekki mikil eða hvað. Júra pressar þetta. Þeir hreinsa þetta fram. Archie pressu, Kallum í baráttunni. Boltinn. Leikmannur 14 hreinsa boltan fram. Og það er markspyrna. Davíð með boltan á Kallum. Archie. Almar flytur boltan yfir á Baldvin.
Gefur hann á Elvar Árna sem komin á kantinn. Ásgeir upp á topp. Tímabundið sennilega. Þá var hann að pressa, vantar fleiri menn í pressu. Archie í baráttunni. Tógar aðeins í hann. Leiknismenn spila hér. Og Hilmar Freyr sem boltan. 66 mínútur á klukkunni. Grímsi vinnur bolt. Elvar Árni fylgir vel eftir og dæmdur brotlegur. Já, það mátti alveg færa rök fyrir þessu að þetta væri brot. Davíð kemur út Kristoffer Páll í fínni stöðu. Kallum hreinsar vel gert hjá Kallum. Elvar Árni vinnur skallan en enda bolt. Ásgeir nálægt í að komast inn í þetta. Archie vinnur boltan og Grímsi í fínni stöðu. Brot hjá Grímsa, aukaspyrna, klárt brot, leiknismenn mótmæla. Þetta var augljóst brot. Erlendur virðist allar að spjalda leiknismann fyrir mótmæli og gerir það. Mér sýnist þetta að vera Sólmundur Aron sem var að fá gult spjald þarna. Minni svíkum mikið eru leiknismenn búin að fá 2 gul. Guðmann og Davíð komnir inn á teginn. Grímsi ætlar að taka spyrnuna. Grímsi með boltan á fjarstöngina. Guðmann dæmdur rangstæður. Leiknismenn reyna hér að snúa vörn í sókn. En hann ákveður að bíða með þetta Adrian Markmann þegar hann núna búinn að hætta þrissunum við að taka þessa markspyrnu. Spyrnin hér. Archie og Almar á miðinni. Almar Daði með langa skiptingu yfir á Kristoffer Páll sem í fínni stöðu á móti Baldvini. Reynir skotið en Guðmann fer fyrir það. Baldur hreinsar fram. Grímsi fær mann í bakið og það innkast sem leiknismenn eiga. Kallum vinnur boltan hér og boltan endar hjá Rækó. Kallum á Archie og Davíð. Davíð með langa bolta fram á Grímsa með mann í bakinu sem að vinnur skallan. KM verið full rólegir í seinni hálfleik. Vantar meira power í þetta. Davíð vinnur skallan á Almar. Gefur hann á Júræ sem á að snúa, það enginn í honum. Kallum með boltan hér. Gefur hann aftur á Archie. Leiknismenn langflestir komnir aftur fyrir boltan. Almar ósáttur við leikmann nr. 10 sem fylgdi þarna brotuna eftir. Almar fær mann í bakið, gefur hann á Grímsa með fyrirgjöf á Elvar Árna með í baráttunni. En ekkert verður úr þessu. Leiknismenn með boltan hér, leikmann nr. 7. Tapar boltan og Júræ vinnur boltan. Almar á Júræ. Archie gefur hann upp í horn á Júræ. Júræ með boltan og reynir fyrirgjöf sem að ónákvæm og endar í marki hjá markmanni heimamanna.
Boltinn farinn, það er bara 70 mínútur á klukkunni. Leiknismenn gera breytingu á liði sínu, virðist vera tvöföld skipting sýnist mér hjá þeim. Leikmenn nummer 18 og 3 sem fara út af. Það er bara 20 mínútur eftir og viljum við KM-menn fá meiri kraft í þetta og gera út leikinn. Baldvin með innkastið á Elvar og boltinn endar hjá Grímsa sem í fínu færi, leikur á varnarmann og Grímsi í dauða færi en gefur hann á ætlaði að gefa hann á Júra hérna. Þetta var, hann hefði átt að bara skjóta sjálfur. Þetta var dauða færi hér á 71. mínútu en varnarmaður Leiknis komst fyrir og það er hornspyrna sem Júra tekur. Nú að KM-menn að gera sér mat úr þessu. Júra enginn á fjarstingunni. Það var maðurinn KM-menn á að komast aftur fyrir boltan. Þetta var rosalegt færi hjá KA núna fyrir stuttu síðan. Hefðu getað komist í 2-0. Klaufalegt að nýta þetta ekki. Grímsi brotlegar á miðjunni og Leiknismenn eiga aukaspyrnu inn í miðjubóganum. Taka hana stutt, langur bolti inn á teg og boltinn endar hjá Rækó, lítil hætta. Rækó kastar á Davíð sem gefur hana Archie sem að spila aftur á Davíð. Davíð með langan bolta upp á Grímsa sem að næri ekki til hans. Kristoffer Páll með langa sendingu sem að endar hjá Rækó. Ég sit hérna nánast ofan í stuðningsmönnum Leiknis, þannig að ef til vill kann að heyrast meira í þeim, en sjuttararnir eru feskir hér og heyrist vel í þeim. Elvar vinnur skallan, Ásgeir eltir þetta og í baráttunni. Leiknismenn vilja brot, ekki dæmt. Baldvin í baráttunni, Elvar Árni á Grímsa sem gefur rúnd Ásgeir sem ætlar að krossa þetta. Slök fyrirgjöf sem að Júra er reyna að elta. Júra er dæmdur brotlegur. Ódýrt brot. Þeir taka þetta stutt. Grímsi brotlegur, annars skipti á stuttum tíma. Þeir vilja fá spjald á hann. Ellendur gefur honum afvörun. Segir hingað ekki lengra. Hún fær spjald næst. Leiknismenn taka þetta stutt. 75 mínútur samkvæmt klukkunni hér. Hvort sem hún er rétt eða ekki. Leiknismenn renna enn langan bolta. Langan bolta fyrir aftan bakverði KA. Kristoffer Páll með sendinguna og hún endar hjá Rækó. Rækó spilti frá marki og hann endar hjá Elvar Árna sem hann skallar hann áfram. Boltinn aftur hjá Elvar Árna.
Almar fær 3 í sig boltinn endar hjá Elvar Árna sem að reynir sendingu á Ásgeir en mistekst. Leiknismenn keyrast upp vinstri vanginn en boltinn endar hjá Baldvini. Archie með ónákvæma sendingu. Almar í tæklingu og leikmann nr. 7 hjá Leikni Jan Gresslag fer í eina fullorðins og Almar, vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Þetta var ljótt að sjá. Erlendi fannst ekkert athugavert við þetta. Ásgeir með boltan, gefur hann aftur á Davíð. Guðmann sparkar aftur til Rækó sem fær mann í pressu og spyrnir þessu fram. Elli vinnur skallan, fær boltan aftur og hefur nægan tíma. Gefur hann á Grímsa. Þeir eru klaufaðar og missa boltan. Archie vinnur hann aftur á Elvar Árna sem virðist vera komin á kantinn og Ásgeir upp á topp. Það vantar svolítið upp á. Selfissingar eru konur í 3-0 á móti HK í Kópavoginum. Þeir hafa elst við bikarsigurinn gegn Káringum. Baldvin gefur hann stutt á broti á Grímsa, aukaspyrna 77 mínútur á klukkunni. Júrai ætlar að taka þetta. Grímsi fer inn í teig. Júrai með bolt, fínn bolti en Leiknismenn skalla þetta aftur fyrir, hornspyrna. Leiknismenn eru með 2 menn upp á topp, þeir ætla greinilega að reyna að breyka hratt á okkur. Það eru 3 menn sem sitja aftur á KA, Almar, Kallum og Baldvin. Júrai með hornið. Júrai, þeir skalla þetta frá. Almar í baráttunni. Og Kristoffer Páll. Nú eru þeir í ágætri stöðu. Varamaðurinn Nacho og Almar, hann sýndist tók þetta brot á sig og fekk verðskuldaði gult spjald. Stöðva hraðasókn Leiknismanna. Fyrsta gula spjald KA, minni svíkum ekki. Hár bolti inn að marki, Rækó handsamar þetta. Rækó spinnir þessu langt fram. Komið með mark úr einu slíku í síðasta leik. Ásgeir á Almar sem gefur hann út á Baldvin. Baldvin með ónákvæma sendingu sem endar hjá markmanni Leiknismanna, Adrian, sem hann kastar hér yfir til hægri á Björgvin. Leiknismenn reyna langa sendingu upp í horn en Kallum skallar þetta út af innkast. Innkast sem að Björgvin ætlar að taka.
Langur boltinn á teig. Archie skallar þetta frá. Hann á langan bolta sem að laust skot sem endar hjá Raiko. Klukkan er 80 mínútur liðnar á leiknum og Elvar Árni stendur rangstæður. Tíu mínútur eftir. Spurning hvort KA noti síðustu skiptinguna. Petti, Ólafur Aron og Bjarki Viðars og Ívar á bekknum að hita þarna upp. Baldvin pressa vel og vinnur boltan. Grímsi kemur tilbaka, ekki margir frammi hjá KA. Og Leiknismenn vinna boltan aftur. Leiknismenn með hann hérna hægri Davíð. Reyna langa bolta, Baldvin á undan. Ásgeir reynir sendingu sem að fer í innkast. Leiknismenn reyna langan bolta aftur fyrir bakverðina, sennilega í svona þúsundasta skipti í dag. En Kallum í engum vandræðum með þetta. Júrai að keyra upp. Kallum gefur hann upp á Elvar Árna. Sem gefur hann aftur á Júrai. Júrai ætlar hann að taka hann á. Og það er klárlega brotið á honum. Hann notaði hendurnar aðeins svo mikið þarna leikmann nr. 13. Harðar Logi. Júrai tekur spyrnuna stutt. Boltinn hjá Kallum. Hann gefur hann tilbaka á Davíð. Almar. Guðmann. Með langa bolt upp í horn á Ásgeir. Þetta er langur bolti sem endar aftur fyrir. 83 mínútur liðnar á leiknum. Frekar rólegt yfir þessu þessa stundina. Hvorugt liðið mikið að ógna. Þetta er sending aftur á markmann. En þetta fannst mér ákaflega sérstakt. KA-menn vildu fá sendingu aftur á markmann. En Erlendur er ósammála því. Þetta var ákaflega skrítið. Það skiptir engum máli þó boltinn sé aftarlega. Þetta er bara sending aftur á markmann. Sama hvaðan af vellinum hún kemur. Ásgeir reynir sendingu inn á Júrai. En markvörður Leiknismanna grípur þetta. Björgvin, en Guðmann skallar þetta frá. Archie með menn í bakinu á Grímsa. Sem að margir Leiknismenn fyrir aftan bolta, en erfitt að gera sér. Erfitt fyrir KA að skapa plás. Almar með boltan á miðunni, gefur hún út á Baldvin. Elvar leikur snirtilega á leikmann nr. 23. Og er komin í ógöngur að mér sýnist, já, og missi boltan. Það hefði átt að gefa hann hérna. Leiknir með langa bolta upp. Davíð í baráttunni og gefur hann aftur á Raiko sem spyrnir þessu á Baldvin. KA þyrftu að sækja aðeins að meiri krafti. Þetta var rólegt þessa stundina. Júrai missi boltan og lengi og gerist brotlegur. Adrian markvörður Leiknismanna ætlar að taka spyrnuna og biður sína vennu að fara framar. Langan bolta háan á Guðmann sem vinnur skallan í ennett skiptið. Archie í baráttunni. Ásgeir. Leiknismenn halda boltanum. Elvar vinnur boltan. Ásgeir pressar þetta. Leiknismenn í smá vandræðum. KA þurfa að farast. Ásgeir og markvarður brýtur á Ásgeiri út við hliðarlínu. Hvað ætli Erlendur
Ásgeiri, hann gefur honum gult spjald en þetta var vafasamt. Skilst að þetta hafi verið rétt, nýja reglur, en ég er engin dómari þannig að ég ætla ekki að tjá mig þetta. Grímsey ætlar að taka spyrnuna út í hliðlínu, 86 mínútur á klukkunni. Stuðningsmenn KA ósátti með þennan dóm. Grímsey með spyrnuna. Hann reynir skot og Adrian ver þetta. Ekkert að þessu. KA eru með nokkra menn uppi og það flýta sér tilbaka. Guðmann ekki komin í stöðu. Langur bolti yfir á Kristoffer Pál. Júra á honum. Hann tekur hann á. Fyrirgjöf. Baldvin skallar þetta frá og er brot hjá honum en ekki dæmt. Ellitur segir hagnaður. Elvar Árni er að sleppa í gegn en missir boltan frá sér. Þetta var vel gert hjá varnarmanni Reykjanesmanna. Archie einn með boltan. Nægutími. Júra 87 mínútur. Grímsey brotið á honum. Leikmann með 4 fer bara í Grímsa og er með einhverja stæla hérna. 87 mínútur. Leikmann nr. 4 fær gult spjald. Þetta var pirringsbrot. Callum ætlar að taka innkast en Erlendur bendir honum á að þetta er aukaspyrna. Það er ekki gefin gul spjöld fyrir innkast. Callum með spyrnuna. Háan bolta upp á Júra sem var Grímsey í baráttunni. Archie reynir að vinna hann en missir að boltanum. Björgvin með boltan. Callum með góða tæklingu og Ásgeir vinnur boltan. Vel gert hjá Ásgeiri. Sýnist Petti verið að gera sér líklegan að koma inn á. Grímsey keyrir á leikmann nr. 4. Fyrir hann á miðju. Það er brotið á honum. Annað brotið á stuttum tíma. Hann getur ekki mótmælt þessu. Og er að hrinda Ásgeiri hér. Hann er vel pirraður leikmann nr. 4. En nú vil ég bara sjá Grímsey eða Júra negla þess á markið. Fá mark. Gera út leikinn. Klukkan er komin í 88:09 samkvæmt klukkunni hérna inni. Grímsey gerir sig líklega til að taka spyrnuna. Þetta er gríðarlega góðum stað. Og Hallgrímur Mar með góða spyrnu og rétt yfir markið. Það munaði ekki miklu. Það var forvitnilegt hverju Erlendur bæti við. Archie vinnur skallan. Elvar í baráttunni gefur hann Ásgeir sem er í ströggli. Haldur boltanum og KA á innkastið. Leiknismenn fylgja átna á eftir. Skipting. Pétur Heiðar Kristjánsson að koma inn á. Og Hallgrímur Mar Steingrímsson kemur út af. 89:16 segir klukkan. Baldvin með landinnkast upp á Elvar Árna sem tekur á mótunum, heldur boltanum vel með mann í bakinu og boltinn út af og KA innkast.
Venjulegu leiktími í liðin. Ásgeir með boltan. Brotið á honum en þarna ítt hann Ásgeiri. Þeir eru heimamennir og þeir pirraðir og eru að fara í heimskulebrot. Kemur ekkert fram hvað miklu bætt við. Það er erfitt að meta hversu mikið það er. Mínu viti ekki verið gríðarlega mikla tæðir í seinni hálfleik, en þetta nokkrar skiptingar. Júrai með aukaspyrnuna, tekur hana líklega stutt upp í horn á Archie sem á að halda boltanum. Archie með 2 í sér og fær hornspyrnu. Júrai ætlar að taka hornið, virðist ekki ætla að taka þetta stutt. Káa Guðmann kemur inn í teig. Boltan á Guðmann sem skallar þetta rétt yfir markið og heimamenn með markspyrnu. Adrian spillir honum og Archie í baráttunni mun sterkar en á miðinni og vinnur boltan. Ekki fyrsta skipti í dag, Petti með boltan. Káa geta breyka hratt, gefur hann á Júrai. Júrai 1 á 1, fer utanvert. Vel gert hjá Júrai á Petta sem er í fínni stöðu. Gefur hann á Ásgeir. Ásgeir skýtur í varnarmann Leiknis og þeir komast fyrir þetta gríðarlega gott færi. Og Leiknismenn breyka hratt en boltin endar hjá Rækó. Ekki mikið eftir, þarna gátu Káa komist í 2-0 en Leiknismenn náðu að kasta sig fyrir boltan. Rækó spyrnir boltana frá marki. Elvar Ásgeir í baráttunni. Heldur honum upp í horninu, fær pressuna en leikur vel á varnarmann Leiknis og er komin í, getur gefið hann á Elvar en ákveður að skjóta. Elvar gerist, nei, hann dæmir ekki á þetta. Elvar þvælir og Elvar skýtur framhjá í algjöru dauða færi. Káa búinn að fá 2 frábær marktækifæri hér í uppbóta tíma en þarna brást þeim bóðalegstin. Elvar þvældi þarna einhverja 4 varnarmenn Leiknis og hann náði ekki að skora. Vonum að heimamenn refsi ekki verið þetta. Getur ekki verið mikið eftir. Erlendur Eiríksson flautar til leiksloka. 1-0 sigur hér í Fjarðabyggðarhöllinni á Leikni Fáskrúðsfirði. Káa miklu betra lið allan leikinn og hefðu hæglega geta orðið stærri. En 3 stig voru það og það er það sem skiptir máli. Við þakkum bara fyrir útsendingu í dag og minnum á leikinn næstu helgi. Takk fyrir.